Komið sælir og blessaðir, kæru hrútar. Þá komið að ég að tékka á stöðunni hjá ykkur. Við ætlum að leggja spilin út frá elementunum vatni, eldi, lofti og jörð. Náttúruelementin sem allt í kringum okkur, partur af okkur sjálfum líka, því að við erum partur af náttúrunni. Og við reynum bara að hafa þetta einfalt og skýrt. Sem sagt, vatnið er fyrst. Vatnið stendur fyrir tilfinningarnar ykkar. Líðan og það að finna, innsæið, tilfinningalífið. Þar fáið þið þessa flottu 10. Þessi 10 segir mér að ykkar innra tilfinningalíf sé ríkt. Þið eru rík af upplifunum sem að fær ykkur veljan og kannski er það sem þið eigið. Það er að segja veraldlegar eignir ykkar, fjölskyldan ykkar og það sem að þið hafið í kringum ykkur dagsdaglega. Kannski er það sem færir ykkur mesta veljan og dýpstu tilfinningarnar. Það er allavega ekki skortur á tilfinningum hjá ykkur. Kæru hrútar, þið elskið ef til vill það sem að þið eru að fást við, eins og varðandi atvinnu og allt sem viðkemur í heimilinu. Það er kannski ykkar ær og kýr og það sem að gefur ykkur lífsfyllingu, tilfinningalega fyllingu. Allavega það sem að þið eru að sýna akkurat núna í spilunum. Síðan er það eldurinn ykkar. Þar eru við með drifkraftinn, athafnir og framkvæmdir og svona ykkar innri neista. Og þið eru ju eldmerki, þannig að þessi partur er ykkur mikilvægur. Það er einhver óvissa á ferðinni, óvissa eða óánægja eða eitthvað sem að þið sjáið ekki fram á hvernig endar. Þið getið verið með einhverjar athafnir í gangi sem að af einhverjum ástæðum ganga ekki upp og framkvæmdir frestast, framkvæmdum er hætt við þær eða einhver óvissa varðandi einhverja þætti í framkvæmdum hjá okkur. Því að tunglið kemur inn með svona sterkan óvissufaktor og líka það að sjá ekki hlutina til enda, hvernig þeir enda. Þetta er tímabil sem líður hjá og það sem tekur við af tunglinu, næsta tromp sem sagt, er sólin og þar munu málin upplýsast. Þannig að það er eitthvað núna sem er óljóst í athafna sætinu ykkar hér. En tunglið táknar líka kvenlegt eðli og tengist sterklega inn á tíma, það er að segja tímabil, mánuðinn, þennan 28 daga hring sem að tunglið fer. Þannig að ef til vill mun eitthvað skýrast við næsta nýja tungl eða næsta fulla tungl
eða innan 28 daga hrings sem eru sirka 4 vikur. Þannig að þið megi hafa það í huga líka varðandi einhverja framkvæmdir sem að þið stefnið á. En það er ekki þar með sagt að innri eldurinn ykkar sé slökknaður. Hann er í raun og veru kannski bara dálítið þokukenndur eins og er og hlutirnir eiga eftir að skýrast. Loftkaflinn ykkar sem fjallar hugsanir og hugmyndir hvers konar, öll samskipti og alla miðlun sem þið eigið út á við aðra, munnlega eða skriflega. Þar fáið þið þetta sterka spil sem heitir ást. Þetta segir mér bara það að það sem þið eruð að miðla út á við, það sem þið eruð að tjá ykkur það gerið þið af kærleika. Ef til vill eru þetta samskipti við ykkar nánustu sem ykkur þykir vænst og þið geti líka verið þannig, kæru hrútar, að þið hafið tamið ykkur ákaflega fallega og ljúfa tjáningu sem að einkennist bara af kærleiksríkum orðum. Þessa dagana eigið þið ef til vill í sérstaklega kærleiksríkum samskiptum við einn aðila eða fleiri og þetta getur líka verið frá einhverjum öðrum til ykkar. En allavega er flæðið ljúft og bendir til þess að samskipti ykkar allavega þessa stundina eða þessa dagana séu hnökralaus og hugmyndirnar ykkar flæða áreynslulaust eins og þær eiga að gera. Þið hafið ef til vill tamið ykkur líka jákvæðar hugsanir. Þetta bendir sterkt til þess. Og þið eru að hugsa fallega til einhvers. Einhverjir ykkar kæru hrútar eru ef til vill nýlega orðnir ástfangnir. Þetta spil kemur oft upp þegar þannig tengingu er að ræða. Allavega, kærleikurinn ríkir hér í loftsætinu ykkar. Svo er það jörðin. Hið efnislega, fjármálin og atvinnan ykkar, öll sköpun, öll verslun, kaup og sala, allt slíkt í ykkar lífi. Kemur þetta fallega spil, virtue eða dygð, eða dygðir. Bendir bara til þess að efniskaflinn í lífi ykkar er í góðum málum og jákvæð orka sem að gildir þar. Þetta spil táknar hrútinn, þetta er sól í hrút, alveg eins og stjörnumerkið ykkar. Þannig að kannski eru þið í essinu ykkar hér, akkurat á þessu svæði í ykkar lífi núna. Fjármálin eru í góðu horfi og þið eru að skapa í lífi ykkar eitthvað fallegt og eitthvað sem að á eftir að bera ávöxt seinna meir og blómstra. Því að þessir sprotar bera vott bera loforð sem sagt eitthvað betra framundan, fögur fyrirheit. Og sjálfsögðu er eldurinn á bakvið allt hér sem að þið eru að gera. Sköpunin ykkar, hver sem hún er, hvort sem það er listræn sköpun með einhvers konar efni. Það geta verið skriftir eða tónlist eða hannyrðir ýmiss konar, smíði.
Hún þið eru ábyggilega snillingar á ykkar sviði og handlagnir mjög, kæru hrútar. Þannig að ég myndi segja að það væri jafnvægi hérna á öllum sviðum nema að vera skildi að eldsektorinn ykkar hérna aðeins, það eitthvað óljóst í gangi þar sem hefur að gera með framkvæmdir og athafnir. Það getur verið að þið kvíðið ákveðnum athöfnum, að það sé eitthvað framundan sem að ykkur hlakkar ekkert mikið til að fara að gera. Tungli getur haft þannig áhrif. Það er ótti í tunglinu og ótti við að taka ákveðin skref. En við skulum draga nokkur spil í viðbót og sjá hvað kemur. Byrjum hér á tilfinningunum. Þar sem að ríkidæmið ykkar hér verið að tala söknuð eða eftirsjá, eftir eiginlega ósk að eitthvað hefði getað farið betur. Þannig verið að horfa til fortíðar, horfa tilbaka á það sem fór úrskeiðis. Og þetta getur hreinlega bara verið einhvers konar skipbrot í fortíðinni sem að þið eruð bara ennþá að vinna úr eða að hugsa Mér sýnist það ekki hafa mikil áhrif samt sem áður á ykkar svona daglegu líðan miðað við hitt spilið í samhengi. Það er bara hvatning hér að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur og reyna að horfa ekki of mikið til fortíðar. Það getur verið einhver annar sem í kringum ykkur sem í þessari stöðu og þetta spil tengist inn á sportdrekamerkið ef að það segir ykkur eitthvað. Kannski þetta manneskja sem að bera sorgir ykkar á borð fyrir ykkur og þar sem að þú, kæri hrútur, virðist vera mjög sterkur. Þessar mundir á tilfinningasviðinu þá get ég trúa að þú eigir eftir að tækla þessi mál bara ansi vel og verða ef til vill einhverjum að liði. Ok, þá það eldurinn, athafnirnar með tunglinu. Já, þetta tímabil með tunglinu, þetta ákveðið tímabil sem á eftir að veita ykkur skilning á hlutum. Þetta ákveðin lærdómur, þessi ótti og þessi óvissa sem kemur þarna upp. Þið eftir að nýta ykkur þennan lærdóm síðan áfram og eins og ég sagði áðan, þetta tímabundið og það sem tekur við mun betra. Og ef að þetta kvíði fyrir því að gera ákveðna hluti, þá eru ráðleggingar varðandi það bara hreinlega að horfast í augu við kvíðan eða óttann og stíga í gegnum hann með því að gera. Það eiginlega engin önnur leið. Það ekki hægt að hörfa endalaust gagnvart ótta því hann grefur sig og skemmir út frá sér. Já, ykkur bara allsins besta með það. Svo erum við komin hérna í loftið, ástina, þessar fallegu kærleiksríku tjáningu sem að þú virðist búa yfir, kæri hrútur. Já, þetta skemmtilegt. Mér sýnist ástin vera,
á leiðinni, skulum við segja. Það er einhvers konar breyting á leiðinni, hreyfing, breyting á samskiptum. Það er ef til vill ástin sem er að koma inn eða eitthvað í tengslum við hana, eða það sem ég var að segja áðan. En nú ætlum ég að segja eins og ég sagði hérna hjá einhverjum öðrum að þessi riddari sem kemur hérna stormandi inn, þetta er gæi sem er með ADHD. Þetta er riddari með mjög fögur fyrirheit, kemur inn á sjónarsviðið og setur verkefnin í gang, kemur hlutunum á stað og snýst síðan á hæli og skilur sviðið eftir í einhvers konar messi eða klárar allavega ekki það sem hann er að byrja á. Og ég segi þetta með ást og kærleika til allra sem að hafa ADHD, þið megi ekki taka því illa og viðspænum. Málið er það orka þessa einstaklings, þessa riddara hér, sem gæti hvort heldur sem er verið karl eða kona, en þetta er karlkyns orka sem kemur með honum. Orkan hans er það sterk að hann hreinlega bara ræður ekki við hana sjálfur. Og fyrirætlanir hans eru góðar. Og hann upplifir sjálfa sig stundum sem bjargvætt og vill afskaplega vel, en oftar en ekki endar það með því að einhver annar þarf að hreinsa upp eftir hann. Bara svo þú vitir það, kæri hrútur, þessi einstaklingur gæti líka verið þú, því þetta er eldur. Farðu bara varlega með orkuna þína og vertu tilbúin ef að þessi einstaklingur kemur inn í líf þitt að þetta gæti orðið svolítið hvirfilbyljur, allavega fyrst sinn, þangað til að kemst meira jafnvægi á. Ok, og þá er það jörðin. Efnið, já, þar höfum við ákveðna stöðnun, ákveði hik. Það er kannski kominn tími til að hvíla sig aðeins á efnislegu vinnunni. Kannski er stór atvinnutörn nýbúin og komið þörf fyrir hvíld. Þetta spil kallar eiginlega á hvíld og bata eftir svolítið erfitt tímabil eða eftir ákveðna vanlíðan eða erfiðar hugsanir, skulum við segja. Ég áttum ekki alveg á því varðandi hvað þetta er, hvort þetta varðar atvinnun ykkar eða fjármálun ykkar. Það er eitthvað mikið búið að vera í gangi og kominn tími á hvíld. Það er eiginlega einfaldast hægt að segja það þannig. Að gefa sjálfum ykkur sem sagt tíma fyrir bata. Þið eru samt sem áður að gera vel og þið eru að vinna öll verkefnin ykkar, þessi efnislegu verkefni, af heilum hug og þið eru svo sannarlega manneskjan sem að hægt er að leita til ef að þarf að byggja eða koma hlutunum í verk. Því að hrútsorkan sem er hérna, hún er mjög kröftug. En kapp er best með forsjá. Það er máltæki sem kemur til mín.
kannski komin tími á smá sumarfrí. Þetta þarf ekki að vera annað en það. Ok. Þá það ráðleggingar í stöðunni til ykkar. Ég var að tala um sumarfrí. Það komið tími til að slaka á, njóta sín í góðra vinna hópi, ef til vill lyfta glasi, fagna, gleðjast og sleppa aðeins fram að sér beislinu. Það eru eiginlega ráðleggingarnar í þessari stöðu. Ef til vill að taka sér ákveðna hvíld frá þessari erfiðu tunglsorku. Og mér sýnist, hvort sem að það á ykkar vegum eða á vegum einhverja annara í kringum ykkur, þá einhvers konar fögnuður á næstunni. Það að fagna ákveðnum áfanga og svo jú fyrsti svona alvöru sumarmánuðurinn að hefja innreið sína, vonandi með gleði og velíðan fyrir ykkur, kæru hrútar. Þið eru líka í þessu spili. Hérna, þetta eldspil. Það mikill eldur hérna, elementið ykkar. Þannig að það engin lognmolla yfir neinu hér. Og eldriddarinn hérna kemur líka hérna inn til að spæsa hlutina enn meira upp. En sem sagt, hvíld og partí. Það getur alveg vel farið saman á ákveðin máta. Eitt spil ætla ég að taka hérna í viðbót sem að svona stendur fyrir líklega útkomu. Og eins ef þið eru með eitthvað svona ákveðna spurningu í huga. Fáið þið enn eitt eldspilið, þessa fallegu prinsessu í eldi, prinsessan í stöfum. Hún talar um óttaleysi. Hún talar um það að sleppa tökum, stíga fram, vera maður sjálfur, sleppa fram að sér beislinu. Staðfesting á því sem ég sagði áðan. Og tígrisdýrið sem þið sjáu kannski hérna hausinn á tákn fyrir ótta. Hún hefur unnið bug á tígrisdýrinu þessi. Hún óhrædd. Hún ákveðin í því að láta ekkert stöðva sig. Það nú ótrúlega falleg útkoma. Sem að hendar ykkur og ykkar orku mjög vel, kæru hrútar. Ok. Þá held ég að ég get ekki sagt mikið meira þessi spil í bili. Það eitt sem að ég tek eftir hérna og það skortur á trompum. Þið eru sem sagt með eitt tromp, það þetta tungl hérna sem tengist fiskamerkinu. Önnur spil eru ýmist lágspil eða mannspil, þannig að staðan svolítið í ykkar höndum og svolítið komið að ykkur. Ef þú, kæri hrútur og almættið eru í samvinnu, þá ykkar þáttur núna svolítið í gangi. Svo tekur almættið aftur við. Þetta samvinna og skiptivinna, allt á hreint. Ok, þá ætlum ég bara að segja takk fyrir og takk fyrir að horfa og hlusta. Ef þið viljið persónulega lestur, þá bara að hafa samband við mig gegnum Facebook, miðlun og heilun og senda mig skilaboð á Messenger. Annars vona ég að þetta gangi bara allt saman ljómandi vel hjá okkur. Ljós og kærleikur.